Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, eins og ég sagði ykkur áðan þá ætlum við að fara núna aðeins öðruvísi leiðina í íþróttaspjallinu í augnablikinu og já, línunni er komin Róald Eyvindarsson hjá gayiceland.is. En já, þeir voru á dögunum með fólk í viðtölum sem er samkynhneigt og voru að segja svona upplifun sína hvernig var að koma út úr skápnum og vera í hópíþróttum og línunni er komið Róald Eyvindarsson. Komdu blessar og sæll hefðingi? Já, sæll og blessar. Takk fyrir að taka með þjóttin. Hvernig hefur það? Bara rosa fín. Já, kannski áður en ég fer í málana úr greinunum, gayiceland.is, þetta er svona síða sem er mikið á ensku? Já, þetta er í sjálfu sér, þetta er íslensk fréttasíða og afþreyingu sem er stílaður inn á hinsegin fólk. En svo náttúrulega sjálfsögur er þetta efni inn á milli sem að bara höfðar til fleiri. Hann er skrifaður á ensku, það er rétt og það er bara gert að þeirri einföld ástæðu. Við vildum bara ná til breiðari lesandahóps. Vildum ná út fyrir landsteinana. Þannig að þetta er svona, það er hugmyndin svona í grófum dráttum á baku síðuna. Já, þeir eru mikið búin að ræða upp á síkasti við íþróttafólk og hvernig svona eins og í hópi íþróttum að koma úr skápnum og fleira. Akkurat. Hvernig er svona upplifun íþróttafólksins og fólk sem starfa innan íþróttahreyfingur í svona hópi íþróttum? Eru fordómar eða eitthvað svona álíka? Já, sko, eins og bara kemur alveg klárlega í ljós í þessum viðtölum sem við tökum við bæði íþróttamenn og þjálfara í íþróttahreyfingunni. Þá eru klárlega fordómar til staðar. Fólk er ekki, treystir sér ekki til að koma út úr skápnum og er þá frekar að gera bara þegar ferlinum lýkur. Og það er náttúrulega, við þekkjum svoleiðis dæmi náttúrulega bara erlendis frá. Og það sem er kannski enn verra, það er það að, og eins og við bara áttum okkur á þegar við fórum svona að kanna málið, þá virðist vera bara talsvert það að fólk eða krakkar sem eru í skápnum eða hinsegin, að því náttúrulega auðvitað er þetta stærri hópur, þetta er ekki bara samkynhneigðir. Það getur líka átt við transfólk og intersex fólk og fleiri. Að þessi krakkar eru jafnvel að hrökklast úr íþróttum af því þau finna fyrir fordómum. Það var svona það sem okkur fannst náttúrulega bara alvarlegt að heyra. Og það er náttúrulega á ekki heima í íþróttaheiminum allan eins og hérna á Íslandi. Nú er mikið unni gegn fordómum innan íþróttahreyfingar. Er þetta kannski svona ákveðin, sem vantar kannski svona í kynningu? Já, sko, eða svo segir það er verið að vinna gegn fordómum í íþróttahreyfingunni á Íslandi. Ég veit að það er verið að taka þar á til dæmis kynþáttafordómum. Það var einhver leikur, held ég, fótboltaleikur í fyrra, þar sem að leikmanni var vísað út af velli, rauðaspjaldið, fyrir að vera bara með, ég sína bara kynþáttafordóma, kallaði ykkur ókvæðis orða að mótherja. Og með svona okkur skilstað á þessu fólki sem við tölum við að það sé verið að vinna til dæmis markvist bara gegn kynþáttafordómi. Þetta hefur af einhverju ástæðu setið á hakanum en við reyndar komumst að því að í ályktun sem er gerð á fundi hjá ISI 2006 þá er þetta mál tekið fyrir. Og ef ég nú ekki að fara með fleipur, þá stóð til að stofna einhverja nefnd, að fara að stað með einhverja nefnd sem átt að vinna í þessu máli. Síðan hefur lítið gerst og síðan eru liðin 10 ár. Já, þannig að þetta er svolítið búið að standa í stað hjá íþróttahreyfingunni hérna. Akkurat. Hverja sem fór sem að ástæðum kunna vera, En íþróttafólki sjálft, það segir til dæmis að þau kom ekki úr skápnum til fyrir bara eftir ferilinn. Er það þá þannig að þeir eru hræddir hvað liðsfélagarnir halda þau eða veistu hvernig upplifun þeirra er?
ég ætla nú svona hann lýsur svo hann Kári Garðarsson þjálfari Gróttu, hann kemur ekki út úr skápnum fyrir hann orðin sko 26 ára gamall. Hann var bara hræddur það einmitt, bara þessi viðbrögð bara liðsins og þeirra sem hafa voru kringum hann og hann var reyndar heppinn með það í hans tilviki að þú veist, það reyndist ekki ástæða til að óttast, en ég held að sé þessu ótti og þessu ótti náttúrulega í sjálfu sér hann ekkert ástæðulaus því eins og það kemur fram í viðtali sem tökum við Daniel Örn Einarsson sem hjá Víking að eftir að hann kemur út úr skápnum það var nú ekkert mörg ár síðan að þá upplifir hann það sko að hann upplifir ákveðna fordóma frá sko eldri þjálfurum hann frétti það út undan sér að það var ákveðið lið sem vildi ekki fá hann eingöngu af því að hann væri komin út úr skápnum þar voru einhverjir þjálfarar sem að bara treystu sig bara ekki til að höndla að taka á þessu máli en að kessalappa. Þannig að þú veist, það er alveg innistæði fyrir þessum ótta. Nákvæmlega. Þið tóku meðal annars báðu Guðjón Val Sigurðsson landsliðsfyrirliði okkar í handbolta álits á þessum málum. Hann í pinslinum þá hann svolítið að benda á það að þyrfti að fræða betur þjálfara samkynið. Já. Við tölum við Guðjón Val vegna þess að í fyrra, held ég að vera í fyrra, fyrir ekki að fyrra þessu ári, þá hann að spila á móti Noregi og þeir fyrirliðar liðan að setja upp svona regnboga arband sem náttúrulega einkennandi fyrir hinsegin fólk og þessi mynd var sett, hún byrst á Instagram og fór þessu aldru sinnum netið. Þannig við svona heyrðum í honum hljóðið og hann mitt kemur inn á þetta með fræðsluna. Að þetta skipti alveg gríðarlegu máli að þjálfarar fái fræðslu með þessi mál. Þegar svo hann talar þá alltaf eru þjálfarar sko, þeir eru fyrirmyndir í svona krakka og þeir setja tónin í liðinu. Þannig að það skiptir svo rosalega miklu máli hvernig þeirra viðhorf til þessara hluta til dæmis bara ef að ef það kom upp ykkur svona vandamál innanliðsins, einelti, að þeir kunna að tækla það og eins eins og ég man ekki hver komin hvort það hafi verið Kári eða ykkur annar krakkarnir náttúrulega líta svo rosalega upp til þessara þjálfara og var ekki talin það að þetta sé bara önnur að vera í íþróttum, þetta sé bara svo eiga aðra fjölskyldu. Þannig að krakkarnir kannski eru að trúa þjálfurunum fyrir alls konar hlutum. Þannig að ef að barn eða unglingur kemur til þjálfara og treystir við komum til fyrir því að hann sé samkynhneigður eða hún sé samkynhneigð eða trans og svo framvegis, að þá skiptir svo miklu máli að viðbrögð þjálfaran séu rétt en að gessalappa. Eða hann viti svona hvernig eigi að tækla aðstæður. Og eins og Guðjón Valur kemur á þess vegna skiptir þessi fræðsla svona gríðarlegu máli. Og reyndar töluðu sko flestir það sem að við ræddum við, bæði þjálfarar og íþróttamenn. Að þetta væri algjört lykilatriði, fræðsla. En fyrir þá sem eru til dæmis inn í skápnum og vilja fara út úr skápnum og eru í dag að spila til dæmis handbolta, fótbolta, körfubolta eða hvaða íþrótt sem þau hljóta að það ekki geta leita til einhvers ef þau þora ekki að tala við þjálfar eða leikmenn eða hvernig er best að komast út? Já, það eru samtökin 78 sem að sinna mjög góðu starfi þar og þar er þetta að leita til bara sérfræðinga. Svo er líka þar fyrir utan félagskapur eða íþróttafélagi Styrmir sem fagnar með 10 ára afmæli á árinu og var meðal annars stofnað af því að samkynhneigðir og eftir því sem ég best veit var meðal annars stofnað af því að samkynhneigðir og raunverulega bara hinsegin fólk fann ekki þessa samleið með íþróttahreyfingunni. Þannig að stofna sérstakur sérstakt félag bara í kringum það. Þannig að íþróttafólk getur leitað þangað. Það er bara, og það er mjög gott að vita því. Ekki spurning.
Þannig að, já, það í rauninni sér íþróttafélag sem heitir Styrmir og það svona fyrir samkynniða sem eru ekki að finna sig með, já, þeir sem eru gagnkynniðir eða? Já, að við svo náttúrulega það félagið það nú opið öllum, þannig það nú lítið fyrir einhver fordómum það, en já, það nú þannig að og bara frábær félagskapur sem hefur verið að gera alveg rosalega flotta hluti bara í gegnum árin. En náttúrulega auðvitað þú veist, en auðvitað náttúrulega þarf sko ISI þráttur þessa góða hluti sem að það félag að gera og samtökið 78 og þetta náttúrulega hluti sem að ISI verður að taka á. Nákvæmlega. En og eins og hvað segirðu? Eitthvað framönda, ISI eitthvað að fara að taka á þessum málum, veistu til þess? Já, sem betur fyrir, við fengum hana Líneu Rut Halldórsdóttur, formann ISI til okkar í viðtal og hún búin að vera í nokkrum viðtölum og sem betur fyrir þá svona virðist vera komin eitthvað hreyfinga á málið. Hún talar það í viðtölum að ISI náttúrulega ætla að gera eitthvað í málinu og búin að leita til, veit ég, eða þau samtakarna 78 og þau búin að hafa samband við Styrmir, þannig það eitthvað hreyfing og það greinilega vilji fyrir því að gera eitthvað til að bæta ástandið sem mjög gott sko. Sem náttúrulega frábært því að sko svona í gegnum tíðina þá ég man allan ekki eftir því sjálfur að þau hafi gefið mikið út á þetta svona í gegnum tíðina því að þetta náttúrulega hluti sem hefur komið reglulega upp þessu umræða. Ég man ekkert eftir því sérstaklega að ISI hafi talað það og bara gefið út yfirlýsingar það að þau ætli sér að gera eitthvað í þessu máli, þannig að það náttúrulega bara mjög jákvætt. Já, nákvæmlega. Róald Eyvindarson, já, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma en já, sérðu fram á það svona í framtíðinu með það búið að taka 10 ár. Þú sér sem að fram á það að þetta verði svona opnara og þægilegri umræða kannski fyrir samkynniða leikmenn. Og bara hinsegin leikmenn, þetta náttúrulega stærri hópur. Já, hinsegin leikmenn. Og ég held bara í sjálfu sér að þá sé þetta nú bara rétt að byrja. Því að sko ef við horfum þetta bara líka í stærra samhengi heldur bara á Íslandi, við horfum bara á fótboltan erlendis og fleiri hópíþróttir. Það eru rosalega fáir leikmenn sem eru komnir út úr skápnum. Ef við tölum sko samkynniða leikmenn. Og en við lesum reglulega dæmum það að þeir séu að koma út úr sem skápnum eftir að ferlinu lýkur. Ég held að þetta sé bara mjög mikið til á bara byrjunarreit en aðalatir það að umræðan farin af stað. Og svo bara sjáum við hvernig vindur áfram. Já, nákvæmlega. Róald Eyvindarsson, þakka kærlega fyrir og munum sjálfsög fylgja gangimál eftir gayiceland.is. Þar eru hægt að leita sér allar þessar greinar við þá sem eru búin að tjá sig þetta. Akkurat. Já, akkurat. Bestu þakkir. Og bara ég hvet sér flesta bara til að kíkja inn á vefsíðuna og lesa sér til málið. Og eins og ég segi þessari umræðu henni ekki lokið. Við verðum með fleiri umfjallanir þessi mál á næstu vikum, þannig ég bara hvet fólk til þess að kíkja bara inn á gayiceland.is. Bestu þakkir og gangi ykkur sem allra best. Það er sömulegis, takk hérlega. Já, inn á gayiceland.is. Aðeins stuttlega að stöðu leikja áður en lengra haldið. Í undanúrslitaleik í dómnúrsdeild kvenna í körfunni Haukar 55, Grindavík 25, þriðja leikluta rétti þann mund að klárast. Þannig að Haukar eru greinilega að fara í úrslita einvígi, það nokkuð ljóst. Fyrsti leikluti fór alveg með Grindavík en staðan eftir fyrsta leikluta var 12-1 fyrir Haukum. Grindavík náðu ekki að skora fyrir bara rétt í lok fyrsta leikluta en þær höfðu tekið 90 skot á körfunni og ekki þeirra rata ofan í. Það alveg magnað. Nú í Lengjubikar kvenna A-deild, þar ýmislegt að gerast. Þór Káa og Fylkir eigast við og núna þegar 7 mínútur eftir að leiknum staðan 2-2. Þór Káa komast yfir á fyrstu mínútu en Fylkir jafnaði metin á 27. Svo komast þær í 2-1 Fylkir á 51. mínútu og svo jafnaði Þór Káa núna áðan á 75. mínútu. Nú í fyrstdeildinu á Englandi þá Brighton Hove Albion konur yfir gegn Nottingham Forest og þessum leik rétti þann
mynd að ljúka, staðan 1-2 og markið kom núna á 90. mínútu á Steve Sidwell sem skoraði markið og staðan þannig að Brighton og Hove Albion eru þá í 3. sæti með 78 stig á meðan Nottingham Forest í 20. sæti með 46 stig eftir 41 leiki. Þannig að það vantar ekki álæði þar. En hér eftir smástund þá ætlum við að kynna nýtt námskeið sem í boði núna í sportstöðinni hérna á Selfossi. Þannig að farið ekki langt, við ætlum að fara aðeins í líkamsræktina. Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarssyni frá Hæli. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Ert þú búinn að borða